fara til Keflavík, við erum að fara að skoða teikningarnar af húsinu okkar. Anita búin að vera frá því í morgun, frá því við fórum með krakkana í leikskólann. Erum búin að vera að græja sendingar. Þetta bara það sem að fara með pósturum. Og hvað heldur þetta sem margar sendingar? 50-60 sendingar. En núna síminn að minna okkur á að fara að koma okkur út. Þannig að við sjáum bara í Keflavík. Þá erum við komin til Keflavíkur. Kíkjum á þetta. Já. Þetta ekki að segjast. Nei, helst ekki. Það ekki. Þetta geðvegt. Ég ógeðslega ánægður með þetta. Þetta verður geðvegt. Komum okkur inn. Oh my god, ég bara, veistu, gleðiskali minn bara, þú veist, þetta er geðvegt, sko. Herðu, ég ætla að setja núna, inn myndir, hvernig húsið verður og þetta ég veist, þetta verður geðvegt. Þannig að núna loksins hægt að fara og hafa samband við fullt af fyrirtækjum, varðandi að steypa þetta upp, hvernig best að gera þetta, fá alvöru verðtilboð og bara, já, þetta verður geðvegt, sko. Þetta verður geðvegt. Ég í skýjum. Herru, þetta sýn ykkur. Alright. Tjekkum á svona, ok. Hvernig finnst ykkur þetta? Þetta er geðveikt! Oh my god! Veistu, þegar við hittum arkitektin fyrst, ég verða að labba og tala við ykkur, þannig að ég get ekki verið kjör. Allt í lagi, Ronja mín. Jó. Já, við basically höfum samband við hennar arkitekt og JES arkitekt staðsettur í Keflavík. Í Keflavíkinni og ég er ennþá orðlaus, sko. Basically, þegar við hittum arkitektinn, fórum á fund með honum fyrir svona 3-4 vikum síðan, þá komum við til hans og við settum að borð það sem okkur langar að hafa í húsinu. Og hann horfði á teikningarnar og við sögðum, boxin sem við vildum fá, skilur við vildum hafa mikla glugga, við myndum vilja sjá mikið útsýnið og allt það og við viljum samt, sko, eins og þegar við töluðum með hann, þá ég ætla að setja myndavélina já, þá sögðum við hann að við vildum vera með, þú veist, rými þannig að myndi ná lofthæðinni, opið rými, þannig að þú ert á annarri hæðinni, getur horft niður, þannig að þetta er svona opið. Við vildum hafa auðvitað herbyggi fyrir alla krakkana, svo sér herbyggi, við vildum vera með baðherbyggi, við vildum úr eldhúsi við getum labbað út á pall, skilurðu, þannig að þegar við erum með matarboð þá getum við bara opnað og þá er opið út eins og sumrin og svona. Við vildum vera með sér íbúð fyrir tengdaforeldra, þau vildum vera með hjónaherbyggi og aukaherbyggi, baðherbyggi skiljanlega og eldhús og allt það. Og hann basically náði öllu inn og við erum í skýjunum og þetta kemur ógeðslega vel út og við erum ógeðslega ánægð og þetta er mega spennt, sko. Ég hlakka til á eftir, þá ætlum við að setja myndirnar í sjónvarpið
og við ætlum að sýna krökkunum hvernig húsið mun líta út og sjá viðbrögðin og vonandi að börnin okkar verði ánað með húsið. En ég er mega spenntur, ég er mega ánægður og það var eina sem við settum út á hjá honum sem við værum til í að bæta við aðeins meiri glugga á efri hæðinni. En hann ætlar að sjá hvernig það kemur út varðandi burðarþolið í byggingunni, hvort það sé hægt. En þetta er geðvegt. Við erum bara, ég er í skýjunum. Þetta kemur fáránlega vel út, ég er ótrúlega ánægður. Við erum að fara að byggja hús. Við erum að fara að byggja hús í sumar, vonandi ná að flytja inn fyrir jól, allavega inn í auka íbúðina. Og þetta er bara, ég er orðlaus, ógeðslega ánægður og þetta er bara störla. Það er bara að dansa. Já, þá erum við komin hérna í Strandgötuna. Hvað er ég að gera í Strandgötunni? Ég er að bíða eftir að And komi úr vinnunni og við erum að fara í þessa byggingu hérna sem er Ráðhús Hafnarfjarðar og erum að fara að skrifa undir leigu á lóðinni sem við erum að fara að byggja á. Við erum að fara að skrifa undir, búin að borga lóðina. Verði að viðurkenna að mér fannst það svolítið erfitt. Ég titraði þegar ég ítti á greiðan. Miklu peningar. Núna basically eftir að við erum búin að skrifa undir er ekkert hægt að snúa þig. Verði að viðurkenna að þetta er rosalega, þetta er eins mikið og þetta er skemmtilegt. Verðum að stressa líka. Þetta er rosa stórt skref fyrir litla fjölskyldu eins og okkar. En þetta er ógeðslega gaman. En já, klukkan er núna 3:30, loka klukkan 4. Þannig að ég er eiginlega bara að vona að Anita fara að koma, þannig að við getum komið okkur inn, skrifa undir þetta og svo þurfum við að fara að ná í börnin í leikskólan út af því að þau eru búin í leikskólan klukkan 4. Þannig að þetta er geggjað. Þetta er stressandi en geggjað. Komum okkur á stað. Skrifum undir þetta. Anna, ertu að hoppa? Já! Er gaman að hoppa? Vá! Eins og sjáu þá erum við komin heim, krakkarnir eru út að leika sér, Baltasar er að hjóla, Benjamin og Anna Björk eru að hoppa. Þetta er, en við höfum sérst eftir að segja og sýna myndirnar af húsinu sem við erum að fara að byggja. Já. Það er líka að gefa mig svona Baltasar og Önnu brot, svona lita. Ha? Svona bleika, svona með gassa. Ég veit ekki. Ég sagði Já. að mamma álan er svo hér. Já, krítar. Já. Já, við ætlum ekki að krýta á pallinn. Og ég taka. Við ætlum bara hérna. Nei, Hvað krýta þá? götuna. Ok, Við getum gert það á eftir. Þegar mamma er búin að vinna. ok. Ok, Já. ertu til? Já. Þetta! Við ætlum að fara að sýna börnunum húsið. Hvernig líst ykkur á þetta hús? Já, ég var ekki að sýna þetta á hús. Hver heldur að þetta hús? Já, frendi minn. Frændið þinn? Frendi minn er hérna. Hvernig líst ykkur á þetta? Eigum við að byggja þetta hús? Já. Er þetta flott hús? Það er mjög byggt. Frendi minn er hérna. Svona er þetta inni. Svona er inni í húsinu. En pabbi, Já. og það er upp. Já, býttu. Vá, sátti. Sjáðu. Hvernig finnst ykkur? Þarna er kósí, þarna verður sjónvarp,
Á annarri hæðinni? Þarna? Annarri hæðinni, já. Ha? Hérna það amma og afi er heima. Amma og afi ætla ég heima hérna í þessu. Og Aron stundum. Amma og afi lappa hérna inn. Við lappum bara í hérna inn. Amma og afi við hliðina á okkur. Hvað við? Hérna, í þessu húsi, býtu. Hérna er stígin upp á aðra hæð. Hérna er eldhúsið, og hérna er bílskúr, og hérna er þvottahús. Og hérna er svo herbergi. Já. Hérna er eitt herbergi handa ykkur, hérna er eitt og hérna er eitt. Hérna er Anna og hérna er Benjamin og Balsar. Og hérna er mömmu og pappa herbergi. Við erum öll saman uppi. Og hérna er baðherbergi. Og hérna er sjónvarpið. Mamma går hålla i. Vatnamótuhjól? Já. Ég held að það sé ekki hægt. Er þetta ekki flott? Já. Hvað er hérna? Hvað er hvað? Hvað er verið hérna? Þetta er niðri. Þú getur svona hort niður, manstu, sjö. Sjö svona. Þú getur séð svona niður. Mamma, Sjö. Og þá getur við borðað matinn hér og svona. Og ykkur verður að sjónvarpi hér og þarna er herbergin ykkar. Má við sjá Annu uppi? Má við sjá... Svo verður svona úti. Svo verður stór pallur og heitapottur. Hann verður reyndur stór, hann verður stærri. Hvað er að gera stóran heitapott? Svona ekki stærri. Er ekki að hafa hann stærri en þetta? Ha? Svona stórt. Svona stórt? Ok. Og hvernig líst ykkur á þetta? Værið þið til í að búa í svona húsi? Eigum við að fara að byggja svona hús? Já. Við líðum svona. Já. Við viljum búið í svona hús. Svona hús? Má við gera núna. Eins og frendi minn. Frendi minn er búa. Svona hús? Já. Já. Frendi minn er búa. Anna, hvernig líst þér á þetta? Þetta er flott? Já. Hvað segirðu, Baltasar? Skipti bara. Skipti einhver. Ok. Má við byggja hús. Það er að taka dutuna. Við verðum að býða. Já, herru, klukkan er eiginlega bara orðin 8. Tengdafóreldrar komu og vorum að fara yfir teikningar. Búin að fara yfir teikningar og eiginlega bara enduðum í bara ágæti spjalli. Og hérna, já, þannig að klukkan er orðin margt. Núna erum við að fara að svæfa. Þannig að ég er að pæla að enda þetta núna. Baltasar, viltu segja góða nótt? Góða nótt. Hún bara svimar á því að sjá. Herru, kíkjum á Benjamin. Tjekkum hvort að hann vilja segja góða nótt. Býta. Benjamin, Já. Þannig. það segja góða nótt. Góða nótt, Bumburar. Anna. Herru, Það er Lúla með segið. Komdu. segja góða nótt. Annars. Já, þá ætla ég að enda þetta videoblogg, bara takk æðislega fyrir áhorfið. Ótrúlega spennandi framöndan og við erum ennþá í skýjunum. Þetta er bara, við erum ótrúlega ánægð með teikningarna, við erum ótrúlega ánægð með skipulagið, við erum ótrúlega ánægð með allt sem við fengum inn í þetta hús. Við náðum rosalega miklu og ég er bara ennþá orðlaus, bara, já. En ég ætla að enda þetta núna, bara takk æðislega fyrir áhorfið Mundu. Þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun, takk fyrir mig, bye bye.